ekki læknir og hann umskorinn þegar. Þannig að það var nokkuð óvæntur endir á óvæntum skets. Tvíhöfði, gin og tónik íslenskrar alþýðu. Heimsmaðurinn. Bonjour, pizza, por favor. Kvennamaðurinn. How much is 1 hour? Járnsmiðurinn. Dúglagningamadurinn. Tvíhöfðinn. Það komið að framhaldsleikritinu Hljómsveitin Kleópatra. Hressir krakkar, Sveitabörn og frægð. Þú ert vinur minn og ég vina þín. Þú mátt koma með mér heim til mín. Já, lestu hérna hjá mér í grænni lautu hér. Við látum okkur dreyma, þú mátt aldrei gleyma mér. Já, kæru áhorfendur Big TV hér á Pop TV. Þetta var Hljómsveitin Kleópatra. Þau að gera það gott, krakkanir, enda slök á kantinum. En það Rebekka Ragnars úr Idol-keppninni sem söngkona í þessari hljómsveit. En hérna hann einmitt kominn, sigurvegarinn úr Idol, Kalli Bjarni. Velkominn, Kalli. Takk. Þér ekkert kalt í þessum jakka? Nei, þetta frægur jakki. Gardínan. Já, en hvernig líst þér á Rebekku og krakkana í Kleópatru? Mér finnst þetta mjög jákvætt. Sjálfur ég líka mikið að syngja og þá ég alltaf í gardínunni. Já, en hefur þér ekkert verið boðið í Kleópatru? Nei. Á sama tíma í Keflavík. Halló, Rebekka Ragnarsdóttir. Hæ, þetta Kalli. Hæ, Kalli, hvað segirðu? Ég með smá fréttir hérna. Hvað það? Kom kannski eitthvað fyrir pappa þinn? Pappa minn? Minnst ekki á hann ógrátandi. Á sama tíma í frystihúsinu í Grindavík. Svona, beygðu þið aðeins meira áfram. Já, þetta svo gott svona í pásum. Mikið vona ég að Kalli sonur minn þurfi aldrei að gangi gegnum þetta. Hvaða fréttir þetta þá, Kalli? Já, við erum komin á topp 10 á Pop TV listanum. Æðislegt! Gaman að heyra! Hörðu, en sjáumst við ekki á blaðamannafundinum í kvöld? Jú, auðvitað. Ég ætla sko ekki að missa því. Kvöldið í vetrargarðinum í Smáralind. Komið sæl fulltrúar fjölmiðla og velunnarar hljómsveitarinnar Kleópatra. Ég heiti Bergsteinn Bergsteinsson hjá plötuútgáfunni Bergsteinum og við fögnum því að hljómsveitin Kleópatra hefur ákveðið að skrifa undir 5 platna samning til alltaf 10 ára og horfum við einnig til framsóknar á erlendri grund. Já, Arnar Þór Eggertsson heiti ég frá Morgunblaðinu. Af hverju gerið þið svona stóran samning við næstu því óþekkta hljómsveit? Ég vil nú bara taka það fram að þarna alls ekki óþekkta hljómsveit að ræða. Ég man nú ekki betur en að DFF hafi gefið út aukafla þegar hljómsveitin hélt sína fyrstu æfingu. Já, ég vil líka taka það fram að við erum að fara í tónleikaferð landið. Og svo ferð verður algjörlega styrkt af KB-banka og sómasamlokum. Ég vil að það komi frem. Já, ég einmitt að borða sómasamloku núna. Hún rosalega góð. Og þess má geta tekin var út peningur í KB-banka til að kaupa þessa samloku. Já, ég heiti Einar Steinsson hjá DFF. Af hverju heldur að Kleópatra nái langt á erlendir í grundu? Einfallega vegna þess að hún spannar allt það besta í íslenskri tónlist, allt frá land og sonum upp í toppmóbíl með smá viðkomu í skítamóral. En okkur langar rosalega mikið til að frumflytja hérna nýtt lag sem að fjalla svo mikið erfiðleikana við að vera ungur. Já, komdu í partí hér með mér, já, komdu í partí að skemmta þér. Með mér í dag, við syngjum lag og í kvöld ekkur gleðin völd. La la la, la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la
Missið ekki af næsta þætti af hljómsveitinni Kleópatra. Já, hingað komin í beina útsendingu duettinn Plató. Velkomin. Við kjósum að þakka ekki fyrir okkur. Já, við lítum svo á að þetta viðtal sé fyrst og fremst fyrir hag útastöðurinnar og þökkum ekki fyrir. Heldur hörmum það að kapitalistar maki krókin á íslenskum tónlistamönnum sem nær undantekningarlaust eru neyddir til að gefa vinnu sína svo nýríkir kapitalistar eins og Jón Ólafsson getur lifað góðu lífi í sumarhúsi sínu í Suður Frakklandi. Já, en það er nú ekki Jón Ólafsson sem á þessa samsteypu lengur. Duettinn Plató hefur aldrei sett sig inn í eignarhald einstakra fjölmiðla samsteypa. Og við vitum að ógnvænleg samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlamarkaði hefur gert okkur listamenn að bara skósveinum þeirra buxfeðga sem ætla sér hægt og örugglega að grafa undan lýðræði í landinu og að sjálfsögðu með fulltingi Davíðs Oddssonar. Ætla verið ekki gerur þáttur það hérna á Skjá einum eins og svo margt annað. Er það ekki nýtt raunveruleika sjónvarp fyrir ykkur hérna? Já, við erum nú reyndar með stöð 2 hér. Duettinn Plató horfir ekki á sjónvarp og hefur engan áhuga á Spaugstofunni eða öðrum ofbeldiskveitandi afþreyingaefni. Framleiddu á Davíð Oddssyni og buxfeðgum undir ströngum fyrirmælum frá Jóni Ólafssyni. Mann rennur í grunna Hrafn Gunnlaugsson leikstýrið öllu. Já, fyrirgeðu nú held ég að eitthvað sé að skólast til hérna með hverjir er að vinna með hverjum, sko. Nú er víst Davíð Oddsson svarinn óvinnur buxfeðga síðast til ég vissi, eða? Fjölmiðlafasistar feykjast með vindum en alþýða landsins fær engu breytt. Kapitalistarnir kúldrast í syndum en alþýðu konan á kynlíf þreytt. En buxfeðgar glotta og hringja í Davíð og forsætisráðherrann glottir með. En hvar er Jón Ólafsson, auðkýfingsdrengur og nýríkur Björgólfur að sjálfsögðu með? En íslenskir öryrkjar sameinast nú, sínum styrk og sanna trú. Hallgarðar Sverrisson, vívala þú byggir á íslenskri alþýðu trú. Skundum til Valhallar valkyrju og hallar bylting verður hér. Þá Davíð og buxfeðgar forða sér burt og íslenska álkonan verður kjör. Og íslenska álkonan verður kjört. Takk fyrir. Velkomin í Mini Idol. Idol-keppnin fyrir yngstu söngvarana. Krakkar á aldrinum 3 til 12 ára taka þátt. Jó, þetta er fó. Jó, þetta er dó. Jó, þetta er fó. Jó, þetta er dó. Dómararnir eru ekki að vera í endanum. Dr. Gunni, Leon C. og Barði í Bangkok. Þú ert léleg, lagið er lélegt, en ég er hress. You've no talent, you've the looks of a goat, and you're a racist pig. Standing in line to see the children now. Every glow, by the way, I can't say I'll be there. This ain't for then and the girl to sing the songs to me in the morning. Overload. Æ, þú ert kannski voða sæt, þú ert náttúrulega bara krakki og svona, en þetta er russ. Missið ekki að Mini Idol, þar sem litlu krakkarnir fá tækifæri til að spreyta sig. Þetta er tíðum við. Þú ert algjör hálfviti. Aldur 9 ára, útlit lélegt, rödd ónýt, sönghæfileikar á skala 1 til 10, 0.